Gott mál. Heyri, þá bara byrjum við. Nú ætlum ég að reyna að taka þetta af. Og kannski fyrst bara viljum bjóða ykkur hjartanlega velkomin sem forráðamenn og foreldra í tækniskólanum. Og við erum náttúrulega gríðarlega fjölbreyttur skóli með mikið námsframboð og nemendur börnin ykkar að byrja í alls konar námi á 3 stöðum, en við svona oft til þess að útskýra aðeins hvernig skólinn er uppsettur, að þá skiptum við skólanum upp í svona 7 undirskóla. Þannig að vinstra megin uppi er ég, Hildur Ingvarsdóttir skólameistari, og Guðrún Randalín sem er aðstoðarskólameistari. Og svo frá vinstri koma Gunnar sem stýrir byggingatækniskólanum, Sandra sem stýrir hönnunar- og handverksskólanum, Valdimar sem stýrir raftækniskólanum, Jónadí sem stýrir tæknimenntaskólanum, Kristín sem stýrir upplýsingatækniskólanum og Víglundur sem stýrir véltækni og skipstjórnarskólanum. Og svo Ragnhildur sem stýrir tækniakademíunni. En þar er mest nám á 4. hæfniþrepi sem er í rauninni komið upp á háskólastig og svo er endurmenntunarskóli heyrir þar undir. En öll eru börnin ykkar í tækniskólanum, en þetta er svona eins og sviðaðar deildir undir þeim. Þannig að allir sem er að læra eitthvað til byggingum, nema rafmagn, en sem sagt húsasmíði, húsgagnarsmíði, pípulagnir, málarinn, múrarinn og svo framvegis, þeir tilheyra þá byggingatækniskólanum. Allt frá toppi til táar, hárgull og föt og skór er innan hönnunar- og handverksskólans. Þar er einnig hönnunarbraut og nýsköpunarbraut sem er stúdentsbraut. Rafingreinarnar kennum við allar undir raftækniskólanum hjá Valdimar. Og svo ætla ég aðeins að hoppa við Jónadís og taka hana síðast. Upplýsingagreinarnar sem eru þá tölvubraut, prentin, ljósmyndur, grafísk miðlun og bókband er undir upplýsingatækniskólan, þar sem Kristín stýrir. Og svo vélgreinarnar, vélfræði og svo málmingreinar sem er skipstjórn, flugvirkjun og jarðvirkjun heyra undir véltækni og skipstjórnarskólan. Og svo síðast en ekki síst er tæknimenntaskólinn sem hún Jónadís stýrir, og þar erum við íslenskubraut fyrir útlendinga, K2-brautin sem er tækni- og vísindaleifsstúdentsbraut og náttúrufræðibraut heyra þar undir og sömuleiðis starfsbrautirnar. En þar fyrir utan að þá eru öll í rauninni almenn fög, enska, stærðfræði, íslenska, eðlisfræði, efnafræði, lífsleikni og svo framvegis eru kenndar af kennurum sem heyra undir tæknimenntaskólan, en það er kennt þvert á alla skóla. Þannig að nemandi sem er kannski að læra rafvirkjun, hann er í ákveðnum áfengum hjá kennurum í raftækniskólanum, en fer svo inn í blandaða áfanga með nemendum úr alls konar greinum, kannski ensku og stærðfræði og íslensku. Ég held áfram, þetta eru gildi skólans, alúð, framsækni og fjölbreytileiki. Við fórum í endurskoðun á þessu öllu í fyrra og þetta eru gildi sem voru valin af starfsfólki og nemendum skólans. Og krakkarnir skilja nú ekki alveg alltaf þetta orð alúð, en ég held að það sé mjög gott að kenna þeim þá orðið að við viljum leggja alúð í okkar verk, bæði þar sem að við sem starfsmenn gerum og kennarar og líka að nemendur leggja alúð í sín verk. Við viljum vera framsækin í kennsluháttum og öllu sem við gerum, og svo er mjög mikilvægt fyrir okkur að þetta er skóli fjölbreytileikans. Hér erum við með alls konar nemendur og bara fögnum fjölbreytileikanum og viljum að allir geti verið eins og þeir eru. Ég held áfram, við erum alltaf dreifð og þegar við örgleikum tímann eftir fréttum að það er stemt á það að koma skólanum á eitt stað, en það mun nú sennilega ekki gerast í tíð ykkar barna. En hérna er svona kort af Reykjavík og þessi 3 gulu staði, þetta er svona aðalstaðir, þar sem eru mötuneyti, bókasafn og starfsmenn hafa sína skrifstofur og flestar kennslustofur eru í. Þessi svo skólaverðarhaldin í gamla Iðnskóla Reykjavíkurhúsinu, sjómannaskólahúsinu hérna upp á Háteigssvegi, þar sem ég sitt í Augnablikinu, og svo í Flatahrauni í Hafnarfirði. Þeir sem fara svo í pípulagnir eftir áramót, þeir rölta yfir í Gjótuna. Þeir sem fara að læra múrverk þurfa að taka hluta af því niður í Skeljanesi. Og vélahúsin og rafmagnshúsi er nú bara við hliðina á sjómannaskólanum, þannig að það er nú bara rétt að labba á milli húsa.
Þetta fer ég alltaf yfir með krökkunum, skólareglur, svona helstu atriði, þær ekkert öðruvísi svo sem en annar staðar og við vonumst til þess að þurfa sem minnst að fylgja þeim vegna þess að, eða sem sagt að þurfa að vera eitthvað eiga við þar vegna þess að yfirleitt ganga nú bara allir í fyrsta lagi vel að nemendur og starfsmenn gangi vel húsnæði og allan búnað, sýni hvert öðru virðingu. Það að sjálfsögðu öll notkun vímuefna, áfengis, tóbaks og svo framvegis, náttúrulega óheimil í skólanum og lóðans eins og í öllum skólum. En mikilvægt sem ég undirstrika þarna að nemendur bera ábyrgð á verðmætum sínum. Það eru skápar sem hægt að læsa alls staðar, en þetta náttúrulega svo sem eins og flestir skólar á Íslandi. Skólinn opinn og við getum ekki tryggt ef einhver skilur eftir jakkann með símanum sínum í matsalnum að þá getum við ekki tryggt að hann hverfi ekki. Notkun á farsímum og snjalltækjum bara háð heimildi að samþykki kennara hverju sinni. Þetta nú líklega það sem að hvað flestir við erum að eiga við í skólakerfinu núna. Það náttúrulega margir sem eru mjög háðir sínum farsímum og sínum snjalltækjum almennt en við viljum ekki fara þangað að banna þá alfarið en stundum þetta nýtt í kennslu, annars leggjum við þá til hliðar. Annars bara nánar á vef Tækniskólans, ég ætla ekki að fara lengri í þetta. En á mánudaginn eru þeir krakkar sem að koma beint úr grunnskóla og eru fæddir 2005, 2006 eða seinna ættu að vera í svokölluðum hvaðhóp. Hvað eru tímar sem eru klukkan 9:15 á mánudagsmorgnum. Þetta ekki í allan vetur, ég heldur þessi 8 skipti fyrir jól og nokkur skipti eftir jól. Þetta áfangi sem ber eina einingu og tilgangurinn með þessum tímum tvíþættur eða þríþættur eiginlega. Hann að nemendur tengi sínum umsjónarkennara, að nemendur læri á skólan, læri að velja, læri að vera í skólanum og vera í svona fjölbrautaskóla og svo síðast en ekki síst að þeir kynnist strax einhverjum öðrum nemendum. Þannig að fyrsti tíminn í þessu var á mánudaginn. Ef einhver misti af honum þá mætir hinn sami bara næsta mánudag. Og á næsta mánudag kaffi fyrir alla foreldra og forráðamenn sem eiga börn í þessum áfanga. Og það verður klukkan 9:15 bara á þeim stað og í þeirri stofu sem krakkarnir eru vanir að mæti og þeir fara þá á kynningu á sal á meðan. Og þá getið þið hitt umsjónarkennara viðkomandi og tekið samtalið og farið yfir það sem að kannski þarf að skoða frekar eftir þennan fund. Þannig að foreldrakaffi setjið þetta í dagatal klukkan 9:15 á mánudag. Eitt sem ég ætla bara að nefna, það rosa mjög gott ef þið láti bara fylgja ykkur í stofuna fyrst. Þær eru dreifðar allt húsið og seinasta mánudag var svolítið svona nemendur vissi ekki alveg hvert þið voru að fara og við hjálpuðum þeim. Þannig að mjög gott að þið fylgja ykkur í stofuna og fara síðan upp í sal. Já, af því skólinn svolítið stór. Og, yes. Mjög góð ábending. Íþróttir í Tækniskólanum. Við verðum seint þekkt fyrir að vera með glæsilegustu íþróttaaðstöðu landsins. Í Hafnarfirði þetta frekar einfalt. Þar eru verklegar íþróttir, nemendur fara bæði í verklegar og bóklegar íþróttir, ákveðið magn yfir þessi ár sem þau eru hér. Verklegu íþróttirnar eru í World Class í Hafnarfirði, í Dalshrauni 1 og íþróttakennararnir kynna þetta bara vel fyrir nemendum. Á Háteigsvegi og Skólavörðuholti, þar erum við með tækjasali. Þeir eru ekki stórir eða mjög merkilegir, en þar þó alltaf helsta hlaupabretti, lyftingatæki, hjól og svo framvegis. Og þar geta nemendur komið og tekið sínar æfingar. Þeir geta líka farið í Sundhöllin í Reykjavík og Sund. Og svo líka hægt að fara í göngutúr, út að hlaupa, hér eru sturstur og svo framvegis. Og svo einnig hægt að gera samningum íþróttaiðkun utan skólans. Þannig ef þau eru að æfa handbolta eða fótbolta eða karate eða hvað það í ákveðnu einhver skipti viku, að þá hægt að gera samning að stunda þennan verklega hluta þá utan skólans. Nýnemar og grunnskóla eiga að vera með fasta íþróttatíma í töflu. Hinir hafa þetta dálítið frjálst, en það ótrúlega algengt að af öllum áfengum sem nemendur að taka, þá ætti þetta að vera svo auðveldast að ná
en það virðist samt alveg ótrúlega margir sem einhvern veginn trassa íþróttirnar og ætla svo allt í einu bara að gera allt á einni viku fyrir þegar önnin að ljúka og það gengur ekki alveg upp. En við erum svona vinna í því, við erum náttúrulega að koma út úr þessum COVID-tíma þegar að allir voru bara úti í göngutúru og að hlaupa með Strava appið eitthvað vegna þess að við gátum haft svo litla líkamsrækt innandyra. En við erum svona að reyna að auka fjölbreytnina og vorum til dæmis að bjóða núna í fyrst skipti upp á útivistaráfanga og við stóran íþróttaáfanga í haust og munum gera meira af því. En eins og þá fyrir nýnemana þá þetta bara hefðbundnir litlir íþróttaáfangar. Nú, ég ætla aðeins að koma að skóladagatali. Þið þurfið ekkert að punkta þetta niður, það munu koma tilkynningar þegar það kemur, en í haust þurfa nemendur að velja áfanga fyrir vorið. Og það sem gerist í gegnum hvað kennarinn hann mun liðsinna nemendanum að velja og yfirfer svo valið til þess að tryggja hann sé að velja rétt. Ef að nemendur vilja skipta braut, segjum að einhver sé á undirbúningsbraut hafi sótt í grunnnám rafíðna, var ekki nógu sterkur til þess að starffræði til að komast þar inn, þá undirbúningsbraut núna í haust til þess að vinna upp starffræði og mögulega íslensku og fleira, að þá þarf að sækja flutning á miðri önninni. Þetta gerist í valviku. Þá velja þær áfanga og sækja svokölluð brautarskipti. Eða bara ef einhver byrjaði til dæmis núna í grunnnámi tréðina en langar bara að fara í hásnistibraut og skipta braut. Þá gerist það þarna. Og þegar það valið, þá verið að velja fyrir báðar spannir og ég ætla að útskýra það eftir smá stund. Bara kynning fyrir okkur fólkana. En ég segi engar áhyggjur við liðsinnum nemendunum. Það einhver sem að heyrist allt átt ef að Guðrún nú nefnir að setja á mute all nema mig, þú getur. Heyrðu, skóladagatalið finniði á vefsíðu skólans og hér sjáðu þið bara mynd af því, þetta nú ekki mjög gott að lesa þetta, en það sem ég vil aðalega benda ykkur á eru þessi 2 appelsínugulu dagar á miðri önn. Ég ætla aðeins að fara út úr þessu og mjúta alla, get ég ekki gert það? Mjút, svona. Afsakið þetta orð, bara mjút. Þakka niður í öllum ætti maður að segja. En á miðri, við skiptum önninni í núna 2 spannir í flestum fögum, ekki alveg allstaðar, en víðast hvar önninni skipt í 2. Þá eru nemendur að taka oft 3 áfanga fyrir spönn og kannski 3 áfanga á seinni spönn og þá eru þeir í fleiri tímum í viku í færri fögum og klára bara miðja önn fyrstu áfangana og byrja svo í nýjum áfengum og með nýja kennara. Og þarna sjáu þið 17. og 18. þá vetrarfrí, þá eru vinnudagar hjá kennurum en þá lokum við skólanum, það er námsmatsdagar og verða að ganga frá námsmati fyrir önnina, fyrir spönnina öllu heldur og eru frídagar. Svo eru inni á dagatali svo kallega námsmatsdagar og það misjafnt hvernig þeir eru nýttir. Stundum á nemandinn ekki að mæta, hann gæti þurft að mæta í próf, stundum eru vinnutímar og það skýrist bara í hverjum og einum áfanga. En þessir appelsínugula dagar, þar bara engin skóli, svo það sé bara á hreinu. Þannig að fyrri spönninni líkur 15. október, langflestir nemendurnir verða búnir eitthvað aðeins fyrr. Við erum að ljúka þarna og loka dögunum ef einhver til að taka upp próf og seinni spönnin hefst miðvikudaginn 20. október og á milli þessi vetrarfrísdagar. Seinni spönn líkur svo 16. desember en langflestir eru búnir aðeins fyrr. Ég held áfram, en í þessu kerfi sem við byrjuðum með fyrir 1,5 ári síðan og höfum ákveðið að halda áfram með, sérstaklega fyrir góða reynslu nemenda og forráðamanna. Það mjög mikilvægt að byrja strax að vinna vel. Tíminn líður dálítið hratt. Þetta jafn mikið námsefni yfir önnina
en það meira námsefni í 3 fögum á styttri tíma og svo tekur nýtt námsefni við. Þannig að það mjög mikilvægt að byrja strax að vinna vel. Þegar ég var, og ég segi það oft við nemendum þegar ég var sjálf í framhaldsskóla, ég gerði bara eiginlega nákvæmlega ekki neitt fyrstu 2 vikurnar. Vegna þess að það var einhvern veginn ekki komin inn pressa og ég bara kom mér ekki að verki. Og svo byrjaði að vinna þegar kom fyrsta próf. En þarna mjög mikilvægt að koma strax verkefni, það koma mjög fljótlega próf. Við erum símatsskóli, þannig að við erum ekki að taka stór lokapróf í lokin, heldur erum við að gera þetta jafnóðum og það bara mjög mikilvægt að koma sér strax að verki. Auk þess að finna skóladagatal á vefsíðu skólans, þá þar viðburðardagatal sem alltaf eitthvað að bætast inn á, sem ég vil benda ykkur á. Þar koma inn til sjáið núna til dæmis nýnema ferð sem við tölum aðeins á eftir, nýnema ball, hvenær kemur svo kallað miðspannar mat. Það sérst á miðri spönn þá kemur svona einhvern A, B eða C eftir því svona hvernig útlitið fyrir nemandann. Og þannig að þarna inn koma líka ýmsir viðburðir í félagslífinu. Þannig ég vil benda ykkur á þetta. Nú við erum með mötuneyti á þessum 3 stöðum, Hafnarfirði, Hádegissvegi og á Skólavörðuholti. Máltíðin, það heitar máltíð, það svo hægt að kaupa alls konar samlokur og rúnstykki og fleira. Það hægt að kaupa havragraut á morgnana sem kostar nú mjög lítið. En heit máltíð kostar 1400 krónur. Í dag var til dæmis þorskur í matinn, mjög góður, en það hægt að kaupa 10 miða klippukort á 1200. Þannig að ef þið viljið bara kaupa, viljið bara krakkarnir eitthvað borði hollan og góða mat, að þá hægt að kaupa svona klippukort. Og hérna sjáu þið bara dæmi matseðil, hvernig hann En það engin í áskrifta mat. Það bara, þannig að ef við komandi með klippukort þá getur að nota suma daga og aðra ekki, eftir því kannski hvað í matinn. Ég vildi benda ykkur á þetta. Þá ætla ég að gefa Guðrúnu Randalín aðstoðarskólameistara orðið og hún ætlar aðeins að fjalla Innu. Einhverjar spurningar fram að þessu í kommentum eða svoleiðis? Guðrún. Það var varðandi árshátíðavikuna, það nú bara tengt nemendum. Já. Það næstu önn, en á vorönninni, það kannski Valdi getur svarað því betur eftir. Þegar hann kemur inn. Þegar hann kemur inn, því hann tengdur henni betur við. Hann skipuleggur það með nemendum. Já. Og svo íþróttir í vörklass í Hafnarfirði. Ef mig minnir rétt, þá held ég að nemendur getur bara mætt í íþróttir þegar kennarinn þar. Það ekki rétt hjá mér? Jú, ég held það. Já. Þannig að nemandi, hann getur ekki mætt hvenær sem í vörklass í Hafnarfirði og fengið nei, ekki hvar sem heldur í vörklass, bara í Hafnarfirði. Já, akkurat. Hafa allir aðgang á Sundhöllinni, var það ekki þannig að þú skráðir þig á sínu tíma? Það best að ræða þetta bara við íþróttakennara. Við höfum verið með samning við Sundhöllina og þá skráir þig þegar þú kemur til þess að synda út af náminu. Þannig að en íþróttakennari, ef þið erum einhver sem hefur áhuga á að fá að synda, að þá bara ræða það við íþróttakennaran. Og hvernig gerir maður samning vegna íþróttaiðkunar og hittir íþróttakennaran í upphafi annar? Og það mjög mikilvægt að gera þessa samninga bara sem fyrst. Nemandinn fer bara sjálfur þegar hann á að vera í íþróttatíma og hittir kennaran. Og tala bara við kennaran, þeir setjast niður og fara yfir hvað að gera og svo gerður samningur og svo þarf að fá ákveðna staðfestingu í lok áfangans frá þá viðkomandi þjálfari eða það ekki þannig? Jú, það mjög mikilvægt að gera þetta strax, að því ekki að koma bara miðri önn. Já, Inna. Á ég að fletta? Já, bara því að koma hana spurningi fór að lesa hana. Tjarnavelli, þetta sko, þú ferð á Dalshrun, þetta stóra húsið á horninu þú keyrir inn í Hafnarfjörð. Þar fara nemendur í Hafnarfirði, íþróttir. Og það íþróttakennari þar frá okkur. Sem tekur á móti nemendunum og leiðbeinir þeim og svo framvegis. Getur hjálpað þeim að búa til prógram og
Þannig að það er svona íþróttakennsla þar. Var sagt Tjarnarvellir í póstinum nú þá Þá hefur það kannski breyst. já, því seinasti Hlustið á íþróttakennarana, ekki Já. mig. Ef það er einhver mismunur, þá er meira að marka þá. já. Og ef það er ekki íþróttir í töflu nemanda, þá er bara langbest að senda mér póst í lok þess fundar. Ég skal setja hérna netfangið mitt í spjallið og þá græja ég það. En sem sagt, íþróttirnar eiga að vera hjá öllum þeim sem eru að koma beint úr grunnskólan. Já. Ef það eru forráðamenn nýnemar sem eru fæddir þá 2005 eða fyrr, að þá er væntanlega ekki tími í töflu, heldur samkomulag við, þá er þetta að fara á mjög víðu bili, samkvæmt stundaskrá. En íþróttakennarar senda upplýsingar þetta allt til allra nemenda sem eru skráðir í íþróttir. Heyrðu, þetta er upplýsingakerfi sem við notum. Þið kannist nú kannski, hérna eru kannski allir búin að logga sig inn. Þetta er svona svipað eins og mentor var náttúrulega í grunnskóla, en kannski með aðeins fleiri upplýsingum. Við vorum nú hérna að hlæja þessu að þetta eru glærur frá syni mínum sem var í Flensborg fyrir 5-6 árum. Þetta hefur lítið breyst. En þarna eru allar tilkynningar og ég bara hvet ykkur að skoða þetta. Þetta eru fjarvistir, þetta eru verkefnin, stundataflan, mæting og allt slíkt. Öll verkefni sem nemendur eiga að skila. Þannig bara mæli með á eftir fundin að þið farið inn og skoðið þetta. Þið eigið öll að vera með aðgang. Aðgangur er bara með rafrænum skilríkjum eða íslykli. Já. Þannig ég mæli með þessu að þið skoðið þetta vel. Og þarna er líka forföll og slíkt. Svo fyrir nemendur yngri en 18 þá verða forráðamenn að skrá veikindi og það er hægt að gera veikindi samdægurs eða 1 dag fram í tímann. Það þarf ekki að skila læknisvottorðum, þetta er nóg. Þannig að þið gerið þetta í gegnum Innu líka. Og svo var það þannig að, já, hérna sjáið þið hvernig ég skrái veikindi. Ég held nú kannski Helga Rakel, ég veit að hún á dóttir í skólanum og kennari, hún kannski, ef þetta hefur breyst mikið, þá lætur okkur vita, Helga Rakel, það er alveg eins, ok. Og þið sendið þetta bara inn og svo er þetta leiðrétt eða lagast. Þannig að þetta á að vera mjög skýrt. Það kannski ef ég má koma einu á framfæri að nemandinn fær fjarvist en svo er þessu breytt í veikindi. Og það kemur svona, það kemur svona tvöfalt vaff. Akkurat, og þegar krakkarnir ykkar sem ég vona sem flestir fara í nýnemaferðina, þeir munu fá frí í tímunum sem þau eru að mæta í, en þau fá það bara ef þau mæta í nýnemaferðina, þannig að það er fært inn eftir á. Þannig að þeir mæta bara þannig að það er alveg komið fyrir einhverjum brá að hann fengi fjarvist. Þá eru mestar fjarvist í þessu nefnir sem mætti ekki, bara eins og venjulega, út af því að kennarinn er kannski ekki með á hreinu hver er að fara í nýnemaferð og hver ekki. En svo til þess að sjá nýnemaferðina skila listum og þá er þetta allt leiðrétt afturvist. Það gæti tekið fram til næsta dags, þannig að bara ekki panikera ef þessar fjarvistir detta inn, þær fara aftur út. Gjörðu svo ykkur út. Já, það tekur stundum alveg nokkra daga, þannig að þið ekki hafa miklar áhyggjur. Þetta tekur stundum alveg, nokkra daga að laga þetta. Það eru mjög margir sem fara í nýnemarkenninguna og þetta tekur alveg tíma að fara í gegnum hvern og einn. Þannig að næsta glæra, Hildur. Svo þegar nemandinn er 18 ára, þá lokast aðgangur aðstandenda að Innu, en nemandi getur framlengt í sjálfur ef hann vill. Og það er þá gert hérna í stillingar og þið sjáu þessa mynd. Þannig að það er bara undir þá nemandanum komið hvort að vill leyfa ykkur að sjá þetta áfram eða ekki. Þannig að muni bara við 18 ára aldur þá gerist líka annað, greiðsluseðlarnir fara þá á nemandann sjálfan og það er oft, kemur smá svona högt í það fyrir nemandinn ef hann er að einhver annar borgi
og skilur ekki neitt í einu, okkur allt í einu, hann ekki bara eins og hann sé ekki skráður í skólanum, þá greiðsluseðillinn búinn að færast yfir hann. Þetta gerist oft 18 ára og þannig að þið verður svolítið að passa upp á að greiðsluseðillinn færi þá á nemandann og minna hann á að borga reikninginn. Reikningurinn fer á aðstandara númer 1 sem skráður í innu. Ekki á báða, hann fer bara þegar hann undir 18 fer hann á aðstandara númer 1. Þannig þið þurfum líka að passa þá að þar sé rétti aðstandi sem að borga reikninginn. Og þið getið lagað upplýsingar ef að símanúmerið heimilisfang eða slúst breytist. En til að fara inn á innu og lagist og þið sé að fá réttu póstana og allar upplýsingar réttar. Þannig að þið þurfum svolítið bara að passa upp á það. Ef það vantar ykkur þá eigið það að geta bætt inn eftir á. Eða bara eitt sem þau skráði í byrjun þá eigið það að geta bætt við númer 2. Og svo varðandi þetta með aðgang aðstandenda að við segjum nú ofta að ef að krakkarnir búa nú heima hjá sér þá nú kannski og eru á ykkar framfæri að þá mjög eðlilegt að þið geti fylgst með þeirra framvindu og það ætti bara að vera svona nokkuð sjálfsagt mála en þetta samt algjörlega þeirra ákveða hvort þið megi fylgjast með ekki. En við svona mælum með því við Guðrún fylgdust báðar með okkar börnum og þóttum að sé ekkert stöðugt að fara inn og þar við vilt ekkert að gera það, þá samt gott að þá fær maður líka tilkynningar þannig að við að senda út tilkynningar til nemenda og setja afrit á forráðamenn þá fá líka þeir forráðamenn sem eru eiga börn sem eru eldri en 18 ára þeir fá þá líka ef þeir eru með leyfi inn í innu. Þannig að. Já. Heyrðu, einhverja fleiri spurningar að svo stöddu? Næst hún Þórdís Guðmundsdóttir, námsráðgjafi og ég ætla að deila aftur skjánum mínum. Já, hérna. Kannski aðeins áðurinn Þórdís byrjar að bara þannig við sjáum svona yfirlit yfir þessa þjónustu við nemendur önnur sem kennara veita en dagstælega. Þá erum við með náms- og starfsráðgjafa og hún ætlar að segja frá því hún Þórdís. Við erum með sálfræðing sem mun koma hérna eftir. Við erum með félagsmálafulltrúa sem mun líka tala. Auk þess erum við með námsver svokölluð í Hafnarfirði og Háteigsvegi og Holtinu og þar geta nemendur fengið námsaðstoð í þessum svona grunngreinum eins og ensku, stærðfræði og íslensku. Þeir geta komið og lært þar og líka ef þeir eru með sérúrræði í prófum að þá geta þeir tekið prófin í námsverunum og ég hvet ykkur eindregið til þess að hvetja nemendur til þess að nýta sér svo þjónustu og að nýta göt til að læra. Ekki líta á gat sem eitthvað þar í öllum námi hjá öllum ykkar krökkum meira og minna þá gert ráð fyrir að einhver hluti af náminu fari fram utan skólastofunar, víða heimavinn og svo frammeins og þá upplagt að líta bara á skóladaginn sem vinnudag og nýta tíman ef það eru göt til þess að læra. Það bara búin að því. Eitt annað þá tengt námsverunum, þeir verða líka svona stóðtímar í almennu greinum. Hafa verið á laugardögum en við erum að sjá hvort þið getum fært á eitthvað til og eru þá kannski líka í Hafnarfirði í einhverjum götum. Þannig að þetta svona aukalega. Svo líka jafningjaðstoð eins og Hildur kannski nefndi. Já. Og þá eru svona nemendur að kenna nemendum og það hefur reynst okkur mjög vel og það þá í svona ýmsum greinum. Það veltur bara dálítið á því hvar við erum með nemendur sem langar að liðsinna með jafningjaðstoð. Hvaða greinar í boði hverju sinni. Svo stendur það forvarnafulltrúi, það ætti nú eiginlega að standa hjúkrunarfræðingur núna, forvarnafulltrúin okkar í leyfi og við erum aðeins að skoða forvarnamálin í leiðinni en við erum að fá inn í vetur bæði í Hafnarfirði og hérna í Reykjavík hjúkrunarfræðing sem koma töluvert inn í forvarnarmál og þetta tilraunaverkefni hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu og held ég bara eiginlega allt land að það komi inn hjúkrunarfræðingur frá heilsugæslunni og myndi þannig betri tengsl og það verður frábært að fá hjúkrunarfræðinga þeir verða 2, einn hérna í Reykjavík og annar á Hafnarfirði en við munum bara kynna það nánar þegar það betur útfært. En ég ætla að gefa Þórdísi Guðmundsdóttir núna orðið náms- og starfsráðgjafa. Gjörðu svo vel Þórdís. Þú ert örugglega á mute. Þú ert á mute, Þórdís. Betra svona, skemmtilegra, heyri í mér. Já, komið sæl. Þið þekkið nú flestar námsráðgjafa úr grunnskólanum, býst ég við.
Það eru kannski svolítið aðra spurningar sem leita nemendur eftir sem þeir verða eldri, hvert þeir eru að stefna í lífinu og ýmis vandamál sem mæta manni þegar maður orðinn unglingur. Og þau sýna meira frumkvæði kannski að koma sjálf heldur en þegar þau eru yngri. En eins og Hildur nefndi þetta afskaplega fjölbreyttur skóli og verkefnin alveg ótæmandi, nemendur á öllum aldri, nemendur úr öllum heimshornum, ég held að séu töluð að hátt í 50 móðurmál í tækniskólanum og svo að þetta afskaplega skemmtilegt starf skal segja ykkur. Við námsráðgjafar erum 4, við Anna Ósk og ég, við erum á Skólaverðholtinu þar sem flestir nemendur eru. Halla María, hún upp á Háteigsvegi og Inga Jóna í Hafnarfirði. Og það einfaldast að hafa samband við þann námsráðgjafa sem í því húsi sem ykkar unglingur í námi. Og við erum með símatíma og það hægt að panta hjá okkur tíma með því að hringja eða einfaldast að fara inn í innuna undir viðtalstímar og panta þar. Ég veit að Benedikt sálfræðingur ætlar sýningu það á eftir, hvernig þið pantið tíma. Nú okkar svona áherslur eru náttúrulega þær að við eigum að passa upp á velferð nemenda og vera alltaf með þau gleraugu á nefinu, eru ákvarðanir sem eru teknar, örugglega nemendum í hag þeir hafði með í ráðum og svo framvegis. Stundum leita kennarar til okkar varðandi einstaka nemendur og alltaf gott að vera í samstarfi en mikilvægasta samstarfi það við ykkur. Þið eruð lykilmanneskjur í því að þetta gangi allt saman vel og þess vegna þykir okkur vænt þegar að foreldrar hafa samband, því fyrr því betra. Það ekkert erindi of lítilvægt til þess að senda okkur línu eða slá á þráðinn og það getur verið gott að hittast. Við hittum mjög oft nemendur með foreldri eða foreldrum til þess að finna hvaða lausnir við höfum. Þetta nú svona það helsta. Þið getið sendt spurningar á í athugasemdir ef þið hafið þær. Ok, takk fyrir mig. Takk kærlega Þórdís. Einhverjar spurningar til Þórdísar? Eða annars held ég bara áfram. Býttu nú við. Hér spurt hvernig fáum við aðganga innu, Guðrún? Það rafræn skilríki eða íslykill. Og það eiga að vera 8 tímar lífsleikni á viku. Það gerðist nefnilega við að vera á spönnum, þá fara tímaður nú 4 sinnum í viku yfir í 8. Helmingaðist fjöldi. Það foreldrafélag í skólanum og ég mjög ánægð að sjá þessa spurningu. Þetta einmitt það sem ég var að hugsa því ég var að hlusta á Þórdísi. Vegna þess að ég var að uppfæra glærurnar frá því fyrra og þá snýrist þetta bara allt COVID og Teams og hvernig þetta bjarga sér ef þú kemist ekki í skólan og allt það. Við gleymdi að setja foreldrafélagsglæru vegna þess að foreldrafélagi var endurvakið í fyrra. Það hefði verið mjög vanvirkt og við fórum í það að stofna bæði foreldraráð og foreldrafélag. Það skiptibókamarkar á vegum foreldrafélagsins, það Facebook síða á þeirra vegum og við munum núna leggjast á eitt með foreldrafélagina að glæða það meira lífi og það starf. Svo kom ein svona góðfúsleg ábending, það þannig eins og að við að tala 18 ára við höfum, ef að nemendur greiða ekki staðfestingargjaldið sem 5.000 sem í kringum valdaginn, þá höfum við oft kannað það hvort að nemandinn ætli ekki klárlega að vera áfram í skólanum, þetta gleymist stundum. Þannig að við pössum svolítið upp á þessa yngstu krakka, yngstu nemendunar. Stundum við orðið 19 og fatta það samt ekki, Þannig að við bara þurfum öll að leggjast á eitt með að fylgjast með þessu. En við vorum nú bara að ræða daginn að við þurftum eiginlega kannski bara síja út og sérstakann póstlis að benda á þetta þegar þetta gerist reglulega. Við þurfum að það er bara svo ótrúlegt hvað allt breytist á einum degi
úr því að mega vita allt og bera ábyrgð á öllu í að mega eiginlega ekki vita neitt og nemandinn á algjörlega bera ábyrgð á sig sjálfur. Þannig að sem foreldri bara, maður búin að fara í gegnum það sjálfur. Já. Þannig að yes. Heyri, þá held ég áfram og nú ætla ég að biðja Benedikt að taka við. Hann sálfræðingur skólans, hann búin að vera jafn lengi núna í skólanum og ég byrjaði fyrir 4 árum síðan. Það hefur alveg frábært að, já. Helga Rakel rétt upp hönd. Já, Helga Rakel. Já, þetta datt inn í vinnuna fyrir ekki. Ég var bara, það fór þetta fram hjá ykkur í spurningalistanum að það var einhver foreldri sem spurði hvort það var að kaupa matarkort fyrir nemendur á netinu. Ég ætlaði bara að árétta þessu spurning, gleymdist þarna í spurningarhafinu sem datt inn. Takk fyrir þetta Helga, ég held ekki. Nei, en það þarf að koma upp í skóla ef þið viljið kaupa kortið sjálf, en þetta alveg örugglega eitthvað sem stendur, við þyrftum eiginlega að finna leið til að gera án þess að fólk þurfa að vera að koma í þessum snjallvæta heimi sem við erum í dag. Já. Þannig að þetta góð spurning og í leiðinni góð ábending. Já. Ég held samt stundum að þú getur millifært þetta smjattbattar sem að reka mötuneytið, að sumir hafa óskað eftir að fengi þá millifæra og svo hefur nemandinn fengið afhent kort. En það væri mjög eðlilegt hjá okkur að finna einhverja aðeins fjallileið. En Benedikt, þú átt sviðið, gjörðu svo vel. Já, sælverið Benedikt heiti ég, sálfræðingur. Ég líti einhvern veginn svona út eins og myndinni þarna. Það kannski að raka mig pínlítið betur. Ég verð ekki lengi, bara örfáir punktar. Ég sendi ykkur póst á mánudaginn og það eru flestir punktarnir núna eru upp úr þeim pósti. Ef einhver kannast ekki við að hafa fengið póstinn, þá er þetta að senda mig 12 póst eftir fundinn og þá get ég endursend. Það er ágætt ef þið geymið póstinn vegna þess að það eru nokkuð góðar upplýsingar þar allt varðandi mig og meðal annars hvernig þetta panta tíma. Annars er þetta hefðbundin þjónusta. Þetta eru viðtöl fyrir nemendur sem ég býð upp á. Og ein af þeim spurningu sem ég fæ á og til er hvort að nemandi megi taka einhvern með sér í viðtal og það er ekkert mál. Það má taka með sér ættingja, foreldri eða vin eða eitthvað svoleiðis. Ef að þið hafið áhuga á að heyra í mér eða hitta mig, þá er það ekkert mál og við finnum tíma fyrir fund. Og þá má koma næsta, Hildur. Ég líka reglulega spurður að því hvort að það megi bara ræða málefni sem tengjast einhvern veginn náminu. En svo er ekki, eins og ég sagði áðan, þetta er bara svona hefðbundin þjónusta og þannig að við erum að ræða bara hvað sem að ábjátar. Ég er með einhverju upptalningu þarna, það er náttúrulega kvíði og þunglyndi mjög algengt, einnig svefnvandi. Hins vegar held ég að ég hafi ekki lent í því ennþá að einhver leiti til mín út af svefnvanda. En við förum að ræða það oft vegna þess að það er þó að þeim finnist það ekki vera vandamál. Þá má koma næsta, Hildur. Bara minna þetta að þetta eru reglur sem gilda hjá okkur í Íslandi að þó að nemendur séu ekki orðin 18, það mega þeir leita til sálfræðings eða læknis, ekki kannski vera í þessari svokölluðu svona meiriháttar meðferð, en það má koma og í spjall á þess að fá leyfi hjá foreldrum. Og það kemur fyrir einstaka sinnum að foreldrar hafa samband við mig og spurja hvernig gangi eða hvort að nemandi sé í viðtölum hjá mér og þá er það þannig að ég má ekki tjá mig neitt um það. Þannig að það er ágætt að koma því aðeins núna. Þá má koma næsta. Þetta er eitthvað sem þið þurfið ekki að muna, þetta er í póstinu sem ég sendi og inn á heimasíðun okkar, en ég fer semst milli húsa og nemendur eru oftast að velja sér hús fyrir viðtal þar sem þeir eru í námi, en það þarf ekki að vera svoleiðis. Það eru sumir sem kjósa að koma í eitthvað annað hús
og það allt í góðu og þá koma þeir bara þar sem hentar. Ok. Þetta eitt aðalatriði, það að panta viðtal og þó að þetta sé í póstunum og þó ég ræði þetta hér í kynningu þá ég spurður reglulega svona hvernig þetta fer fram. Þetta býsna einfalt og þægilegt og þetta forsíða innu, þá farið þið þarna neðst niður panta viðtal, þá farið yfir á næstu síðu, þá veljið þið nafnið mitt og ég held þú ítir einu sinni, Hildur, það kemur bara hringur hérna utanum, þarna semst að maður velja nafnið mitt, eitt tilbaka kannski Hildur, þarna hægra megin sjáu þið hvort að það laust eða ekki og svo sjáu þið þarna líka í hvaða húsi ég og á hvaða tíma og svo framvegis. Þannig að þetta er með þægilegt. Þetta sama kerfi sem notið til þess að panta tíma hjá námsráðgjafa. Alveg rétt. Þannig að þið getur þá valið hann úr listanum. Þarna. Og einhver fleiri jafnvel. Það ekki rétt hjá mér? Jú. Ég held það, já. En þannig að þetta er súper þægilegt og það þarf ekki að bíða eftir svar eða eitthvað svoleiðis sagt að velja þetta bara rólegheitunum út frá töflunni sinni. Ef þið hafið einhverja spurningar, ef kannski foreldri hefur einhverja spurningar en ekki að fara að panta tíma eða nemandi óviss hvort að ætti að panta tíma eitthvað svoleiðis, þá sjálfsagt ef þú fer eitt tilbaka bara Hildur var það ekki, að þá hringja þarna eða senda póst og svo eru frekar upplýsingar inn á heimasíðunni. Það það sama leið og til þess að finna Þórdísi, þá veljið þjónustu og síðan sálfræði þjónustuna. Hafið þið einhverja spurningar? Það líka hægt að setja það inn í chatið, spjallið. All right, annars það ekki fleira. Takk kærlega fyrir þetta, Benedikt. Og ef það engar spurningar í millitíðinni, þá ætla ég að biðja hann Valda, eins og hann kallaður. Hann heitir Þorvaldur Guðjónsson, en þekktur sem Valdi félagsmálafulltrúi. Hann ætlar að segja okkur aðeins frá ef hann kominn inn. Ég hérna. Þú ert mættur, hann var að finna börnum og ég var búin að lofa að hringja í hann ef að Ég búin að vera með ykkur í eyrunum í smástund. Já. Heyrðu, gjörðu svo vel, Valdi. Já, ég heiti Valdi og félagsmálafulltrúi í Tækniskólanum. Ég búin að vera að vinna í 7. veturinn minn, núna í ár. Og eins og stendur það á að vera gaman í skólanum og ég fæ svolítið að sinna því að það sé svolítið gaman hjá nemendum og vinn rosa mikið með nemendafélögum og nemendasambandinu og ef við förum bara næstu glæru þá þetta því að þetta svona ótrúlega stór skóli sem við erum í og dreifður náttúrulega í 3 svona aðal byggingar. Þá eru nokkur nemendafélög og svo svona nemendasamband sem heldur utan þetta og eins og var komið inn á þessi skipurutina þá Tækniskólinn svona reglífin yfir allt saman og svo eru mismunandi undirskólar en í félagslífinu það svipað að nemendasambandið svona reglífin yfir allt saman og svo skólafélag, nemendafélag nemenda á Skólavörðuholti, Háteigsvegi og í Hafnarfirði, svona sér batteri sem sjá þá viðburði sem eru haldnir þar. Og nemendasambandið, eða NST, heldur utan svona alla stærri viðburði sem eru ætlaðir fyrir alla nemendur Tækniskólans. Halda utan alls konar ferðir, við höfum farið í skíðaferðir og erum núna náttúrulega með nýnemaferð framundan. Og þau hafa skipulagt ferðir þegar við höfum verið að keppa í Morfís eða Gettu betur, reyndar bara í Morfísa því að Gettu betur alltaf bara upp í útvarpshúsi en hafa samt skipulagt ferðir á þær keppnir líka. Þau beita sig líka fyrir hagsmunum nemenda og eru í samvinnu við öll nemendafélög Tækniskólans. Hvort sem það eru þessi 3 sem eru tengd aðalbyggingunum en svo líka öllum svona minni félögum. Við erum með virt hinsegin félag og það rosalega virt klúbbastarf sem hefur svona náð svolítið að lyfta félagslífinu í skólanum
af því að við erum svo ótrúlega mörg og þá höfum við náð svolítið að virkja fjöldan í því að ef þú ert með eitthvað skrítið áhugamál þá rosalega sennilegt að einhver í 3000 manna skóla hafi þessi áhugamál líka. Já, NST heldur utan alls konar svona stóru hlutina eins og Gettu betur, Morfís, rafíþróttaliðið okkar sem búið að vinna framhaldsskólaleikann í rafíþróttum núna fyrstu 2 árin sem það hefur verið haldið. Þau eru að halda LAN, fyrsta LANið verður núna mánaðamótin september-október, halda böll, það verður 9. ballið verður 8. október núna. Svo er alltaf með söngkeppni svona í janúar, febrúar, þar sem við sigurvegarinn fari að keppa í söngkeppni framhaldsskólana. Og skólafélögin hin 3 halda þá utan viðburði sem eru lokal fyrir hvert stað fyrir sig. Þannig að ef að það eru lokal spilahópar eða D&D-hópar eða einhverju klúbbar sem eru í Hafnarfirði, þá það svolítið gert í gegnum nemendafélagi í Hafnarfirði og sama með það sem í gangi á Háteigsvegi og Skólavörðuholti, þó að það sé allir velkomnir að flakka á milli. Og ég biðst afsökunar ef ég að tala hratt, ég bara eitthvað hafa áhyggjur að ég sé að hafa kvöldmatinn af fólki hérna. Okay. En klúbbastarfið mjög virt og það svolítið, kemur frá nemendum. Þannig að ef einhver, það kom hérna fyrir 2-3 árum til mín nemendur sem áhuga að spila Dungeons & Dragons til dæmis og þá töluðum við nemendasambandið og ákveðum já við viljum hérna gera þetta og þau ákveða sér tilbúin að setja eitthvað pening í það og ég auglýsti bara eftir þáttakendum í D&D klúbbinn og hann var algjör sprengja. Ég sé að það var eitthvað að spyrja Warhammer klúbb. Það var Warhammer klúbbur, var einhver í Hafnarfirði sem ætlaði að fara að starta Warhammer klúbb þegar að svona kom pása í COVID og svo kom aftur COVID og þá eiginlega dóu það út. Það ekki eiginleg klúbbakynning fyrir nemendur en þegar einhverju klúbbar fara af stað þá eru sendir út póstar. Nemendafélagið á Háteigsvegi með regluleg klúbbakvöld sem eru alltaf haldin á miðvikudögum upp á Háteigsvegi og þar einhverju svona ótrúlega rótgrónir klúbbar sem eru alltaf, þau eru með ostaklúbb þar sem einhverju hittast og eru að borða osta og spjalla, eru með forritunarklúbb af því að nemendur þar eru að læra forritun og þá eru bara nemendur sem eru lengra komnir að aðstoða aðra. Þar líka hefur verið kvikmyndaklúbbur sem var virkur og hefur svona komið að farið eftir hver áhugin og núna veit ég líka Super Smash Bros klúbbur sem hópur sem að spila töluleikinn Super Smash Bros í Nintendo Switch. Þannig að það bara alls konar. Og svo kemur, og þá var Magic the Gathering klúbbur í fyrra og ég veit að það var, eins og ég sagði, eitthvað sem var að spá í Warhammer klúbb en hann einhvern veginn fór ekki á flug út af það kom hann að auka bylgja COVID og svo einhvern veginn dó hann sko. En ef það einhver með hugmyndum klúbb þá má endilega heyri mér eða krökkunum í nemendasambandinu og við getum komið í gang sko. Og ég var bara síðast í dag að tala við einhverja nemendur í Hárinu sem eru sko held ég á 3. ári, svo voru bara, hægt að stofna klúbb bara, getum við verið þá með prjónaklúbb? Ég bara, já, auðvitað, bara finnum leið til að láta gerast. Og ég veit að D&D klúbburinn líka að fara af stað aftur, þannig að þið með eiga vona að fá pósta frá mér mjög reglulega á næstu vikum með upplýsingum bæði stóra viðburði og svo líka alls konar klúbba. Og ég fæ alltaf nokkra tölvupósta sem bara hægt að taka mig af þessum póstlistam. Ég langar ekki að vera í klúbbum hjá okkurum sem eru kannski 40 ára og eru bara að reyna að klára smiðinn eða eitthvað og finnst þetta óþolandi en ég bara að senda á alla nemendur í innu og bara sorry ef þið fáið of mikið af póstum frá mér. En það fyrir þá sem ekki, ef það einhver sem eins og ég fyrir kannski 5 ára síðan sem vissi ekki alveg hvað D&D var, þá það svo Dungeons & Dragons. Þetta eru borðspil, svona hlutverkaspil og ég veit ekki hvort það eru 10-12 hópar núna sem að spila. Þannig að það spurt, það eru uppbókaðir allir tímar hjá Höllu. Hvernig kemst þið til námsráðgjafa, Guðrún? Ég að spá Já, fyrirgefðu Valdi. Ég að spá hvort ég ekki að klára mitt. Kláraði þitt, ég bara, út af því ég fór út úr og þá fór ég að lesa.
Ég ætla að sýna hérna það síðast sem þú ætlar að fara yfir, afsakaðu innilega. Akkurat, að því ég kom með hérna Matthías langur að vera með. Já. Og forvitin að sjá okkur. Já, en svo það sem kannski næsta dag svo væntanlega bara byrjar sala á morgun í nýnemaferðina sem verður 1. september og ég bara hvet alla foreldra til þess að hvetja börnin sín til þess að koma með. Við erum að fara í dagsferð á Stokkseyri. Það kostar 5.000 kall á haus og við erum með fjölbreytta dagskrá þar sem við erum með svona smiðjuprógram þar sem að nemendur fara á kajak, í búblubolta, eitthvað svona leikjasmiðju, við fáum spilavinni til að vera með spilasmiðju fyrir okkur og svo draugasetri líka. Og svo nemendasambandið að bjóða upp á pítsur í hádeginu og við ætlum og í þessu hádegishlé og inn á milli verða líka kynningar frá nemendasambandinu á alls konar þáttum í félagslífinu, hvort það eru stærri eða minni viðburðir og þú veist, alls konar félög eins og þú veist, leikfélagið og Gettu betur nefnd og allir svona hlutir sem að fólk getur tekið þátt í félagslífinu. Og svo í kjölfarið þessari ferð, einhvern tímann í næstu eða þarnæstu viku verður svo líka nýnema kvöld þar sem að nýnemar kjósa sér fulltrúa í stjórn nemendasambandsins af því að það er mikilvægt að nýnemar eigi líka rödd í því hvernig félagslífinu er stjórn. Já, það er engin busun. Það er engin busun hjá okkur og ég bið að ef að eitthvað kemur upp þú veist, eins og það hefur verið undanfarna ár, þá hefur verið alltaf svona svo kallar nýnema vakningar, þau sprotti af staði víða í skólum. Þetta getur verið rosalega skemmtilegt, þetta getur líka verið bara hræðileg upplifun. Við viljum alls ekki neitt slíkt sé á okkar vegum og margir skólar eða þú veist það sem þetta hefur verið gert, jafnvel vita stjórnendur ekki einu svona af því út af því að nemendurnir taka þetta, ef að eitthvað slíkt kæmi, þá vil ég fá að vita af því. Við að það er ekki partur af prógraminu hér að vera með neins konar vígslu eða busun eða nýnema vakningu eða neitt slíkt. Þannig að það bara koma því alveg til skila. Varandi nýnemaferðina, það kostar 5.000 krónur, það er ýmislegt gert. Þessar 5.000 krónur mega samt ekki koma í veg fyrir að einhver getur tekið þátt. Þannig ef það er einhver sem getur ekki lagt út 5.000 krónur, hafið samband við námsráðgjafa eða valda og við skráum viðkomandi nemanda í ferðina. Við erum ekki við reddum þessu. Já, við reddum því. Það er bara þannig og það er bara þannig almennt ef það er einhver erfiðleikar eða við reynum að hjálpa eins og við getum. Já, en svo er eitt sem ég langar að nefna bara að lokum að nýnema ballið verður 8. september á Spott í Kópavogi og við erum að halda það með Borgarholtsskóla og Fjölbraut í Ármúla. Og 1. september þá byrjar miðasala á það ball. Það er takmarkað miðafjölda því að staður leyfir bara ákveðið marga og fyrsta sólarhringinn hafa nýnemar í þessum skólum forgang á að kaupa miða á ballið. Eftir sólarhring þá geta aðrir nemendur í skólanum keypt sér miða og svo eftir á 3. sólarhringi þá opnar fyrir gesti. Í fyrra lentum við í því að það seldist upp á ballið og það komist ekki allir nýnemar sem vildu fara. Þannig að ég hvet ykkur endilega til þess að ef þið haldið að ykkar börn hafi áhuga á að fara á ballið að kaupa það á fyrsta sólarhringnum til þess að brenna ekki inni. Miðasölur á viðburðina verða allar á netinu. Við erum að nota forrit sem heitir Sales Cloud þar sem að við getum tengt við kennitölu þannig að þetta getur ekki hver sem er keypt. Þannig að þú verður að vera með kennitölu sem er skráð í skólanum til þess að geta keypt miðana og við getum svolítið stýrt aðganginu þannig og það fer fram á nst.is og verður auglýst vel bara í tölvupósti eins og fyrir nýnemaferðina kemur tölvupóstur væntanlega á morgun. Ég er eiginlega bara að bíða fyrir að fá miðasölu hlekkin sendan til þess að geta sett það í lofti. Þannig ég er búinn að skrifa fréttirnar sem fara á tískóla.is og svona og tölvupóstin sem fer út. Þannig að ég bara allar svona sölur á stóru viðburði fara yfirleitt fram í gegnum það og í nýnemaferðinu verða líka seldar peysur af því þau búið til peysur og alls konar varning til að búið til smá stemmingu í skólanum og það er bara greitt á staðnum í posa og mér minnir að það kosti 3 og 5 peysurnar
Hettupeysur. Já. En varandi nýnemaballi að þegar að balli kemur þá sendum við út póst með svona alls konar upplýsingu, við reynum náttúrulega að passa vel upp á krakkana og og við hvetjum forráðamenn til að sækja þau að loknum balli og við erum með kennara eða starfsmenn á ballinu til að fylgjast með og viljum allt þetta fari sem best fram. En endilega sækiði krakkana á ball þegar því lokið. Já, endilega. Og eitt í viðbót að svo alltaf... Halló, fyrirgeðu. Já, fyrirgeðu. Ég bý nú á Hornafirði og sonur minn nýnemi hjá okkur. Þannig að hann að bíða eftir íbúð þarna sem hann á að fá afhenta fyrsta. Ok. Ég get ekki sótt hann ef hann fer á ballið. Nei, það er skiljanlegt. Það er svolítið langt að fara frá Hornafirði til að sækja barn á eitt ball. Já. En hann mjög skynsamur ungur drengur, þannig að ég reikna með að hann gæti nú alveg skila sér bara heima aftur. Já, hver veitir að maður getur þá bara fengið fara með einhverjum öðrum sem sóttur á foreldri. Já, örugglega. Eða þá að kærastan kemur og sækir hann eða eitthvað, þau búið saman í bænum. Já, þá verður honum alveg En þetta er svona almenn hvatning, það komast ekki alltaf að vera að sækja. Nei, það er svolítið látt að keyra 500 kílómetra til að sækja eitt barn. Já, akkurat. Ég bara vildi svona benda á þetta, af því að það eru kannski ekki allir foreldrar sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það er einmitt þess vegna sem við erum að halda þennan fund á netinu, til þess að allir geti verið með. Já, En ég sá spurningu bæði peysurnar og gesti á ballið. Gestir geta keypt miða á ballið frá klukkan ég manni klukkan 10 minnum á 3. september. Þannig að fyrsta sólarhringinn frá 1. til 2. september geta bara nýnemar keypt miða, svo bara þeir sem eru nemendur í þessu 3 skólum í sólarhring og eftir það geta þá gestir komið. Þannig að það er hægt að bjóða ef maður er með kærustu eða kærasta í öðrum skóla. Peysusalan verður í gangi líka áfram eftir nýnumaferðina. Nýnumar fá bara svona fyrsta séns að því við erum að fá nýjar peysur núna bara í næstu viku og þau fá svona fyrsta séns til að kaupa og á einhverju díl yfirleitt. Og svo verður svona almenn sala eftir ferðina. Og þá er bara hægt að hafa samband við nemendasambandið á Instagram. Það er líklega besta leiðin til þess að eiga samskipti við þau. Það eru 2 með upprétta hendi og eru búin að vera lengi. Sigríður Ragna og Brynja Dögg ef að Sigríður byrjar. Ballið er 8. september, ekki 8. október. Ragna, þú ert með upprétta hendi. Heyrðu, ég heyri ekki henni og þá var önnur svona upprétta hendi sem er búin að setja hana niður. Já, það var ekki Brynja, ég var með hann uppréttað, ég setti spurningunni í tjatti, það var bara að tala nýnum bara 8. október áðan, svo sagði hann 8. september. 8. september, já. Það er í september. Nýnum að ferð 1. september og viku síðar er ballið. Þannig að En þá ætla ég að þakka þér Aldi kærlega fyrir og ég ætla kannski að segja í þessu samhengi að þú veist, svo er alltaf einhverjum sem langar ekki að ball og það er bara allt í lagi. Sumar eru meira fyrir að hitta og spila og eitthvað svoleiðis, þannig að það þarf hver og einn að finna bara sinn farveg og við viljum bjóða upp á fjölbreytt félagslíf og mæta þeirra þörfum, þannig að ekki pressa á krakkana heldur og mikið að þú veist, ballið er ekki lykillinn öllu þótt það sé vissulega gaman fyrir flesta að fara á ball. Svo að spurt áðan starfsbrautir, ég veit ekki hvort allir hafi séð þegar því var svarað, en nemendur á starfsbraut geta komið í nýnemaferð að sjálfsögðu, en það er auðvitað best að skipuleggja það samráði við Rósu. Sumir geta bara alveg komið einir, sumir þurfa kannski einhvern með sér til stuðnings og svo framvegis. En það eru allir velkomnir í nýnemaferð og alla félagslega viðburði. Fleiri spurningar? Ragna, þú ert ennþá, nei. Okay. Klukkan er 19:03. Það var áætlað að klukkutími verið komin í 63 mínútur, þannig að það nú held ég bara ágætlega sér vikið. Frábær mæting. Já, Ragna skrifar vildi bara koma á framfæri.
Varðandi spurningu hvenær nemendur fá kynningu á klúbbum, þá koma nemendur og nemendafélagina á kynningu næsta mánudag sem nemendurnir á. Það virkar ekki hljóði hjá henni. Þannig að þegar að forráðamenn koma í foreldrakaffi, þá fá nemendurnir kynningu. Valdi, gjör svo vel. Já, ég ætla að segja, ég get kannski aðeins skotið inn í það, þau eru kannski ekki að koma beint með kynningar á öllum klúbbum, heldur meira svona almennt og bara að segja hvað er ógeðslega gaman og margt í boði í félagslífinu. Af því að þú veist, það eru kannski ekki allir klúbbar sem verða í gangi komnir í gang, þannig að það er ekkert eitthvað svona eiginleg klúbbakynning fyrir alla, heldur því meira bara dælt út í jafn óðum og klúbbar verða til og eru virkir. Þá koma póstar þar sem að hey, þessi klúbbur er að byrja, hann ætlar að hittast á þessum dögum á þessum stað. Þannig að það kemur mest bara í tölvupóstum frá mér og svo á nst.is og Instagramið hjá nemendasambandinu sem er NST skóli. Það er ekkert árgjald í nemendafélagið. Eitthvað fleira? Hefur foreldrafélagið virkað og skipulagt aðra foreldragæslu úti þegar það eru böll. Foreldrafélagið sem var endurlíka síðasta vetur kom nú bara inn í COVID-vetur, þannig að það hefur ekki verið og það hafa nú verið fá böll undanfarið 3 ár, en það er sjálfsagt að kanna hvort að foreldrafélagið vildi fá Mér finnst það bara en það er bara frábært, en við höfum kennarar hafa farið í þetta bara okkar vegum. Já, en það er frábært ef það er áhugi fyrir foreldrafélagin þá bara tökum við því fagnandi og ég veit að við höfum verið að halda böll nokkuð með öðrum skólum og foreldrafélagi Borgó hefur gert þetta, veit ég. Já. Katrín, þú veit þetta hendi? Ég ætlaði bara aðeins að forvitnast. Eru kennarar almennt að fylgjast með ef að koma upp vandamál, námsvandamál hjá krökkum að beina þeim þá á sálfræðinga eða námsráðgjafa eða eitthvað? Þórdís, myndir þú kannski svara? Já, þeir eru náttúrulega misjafnir eins og allstaðar en margir þeirra eru virkilega vakandi einmitt með þessum yngstu krökkum og að benda þeim á og bestir eru þeir sem að segja ekki farðu og spjalla við námsráðgjafa, heldur komdu, við skulum hitta námsráðgjafa. Okay. Og þannig að það gerist oft, en þetta má líka koma frá foreldrum ef þeim finnst að það vantar stuðning. Ég vildi bara svona kanna þetta því að sonur minn á við lesblindu vandamál að stríða og hefur þurft að fara svolítið á hnefanum í sínu námi. Hann ætti endilega að koma og tala við mig. Já, ég skal benda honum á því. Já. Hann er þarna í gamla stýrimann, er það ekki Háteigsskóli? Hann er upp á Háteigsvegi, þá ætti hann að spjalla við hennar Höllu sem er þar. Okay. Höllu námsráðgjafa, já. Okay. Ég var svona aðlega bara forvitnust hvort að kennari myndi þá svona grípa inn í ef þau sjá fram á að hann er ekki að ráða við eitthvað námsefni eða eitthvað. Já, þess að ég segi, það gera margir sem betur fer. Já. Það er bara flott mál að vita það. Svo er spurning foreldrar geta fylgst alltaf með náminu bara inn á innu. Þar sjáu þeir einkunnir og slíkt. Þannig að ef það er lagt fyrir verkefni þá getur foreldrar fylgst mjög vel með þar einkunnum og mætingu og slíkt. En nú er sonur minn 18 ára í dag, þannig Já, þá verður hann að breyta aðganginum þannig að þú sjáir, nema hann viljið ekki. Annars megum við ekki gefa neitt upp. Ef að nemendur á 18 og aðgangur... Já, hann er 18 í dag. Já, þannig að þú verður þá að ræða ef við megum ekki gefa þá neinar upplýsingar upp. Nei, ég er nú svona aðlega bara... Nema hann opni fyrir aðganginn. Já. Og tölvupósturinn komið þá úr hans netfangi á eitthvað ákveðin, þá getum við svarað honum, ekki neinum öðrum. Það er bara, við megum það ekki. Nei, ég er nú bara aðlega forvitnast að því að hann er bara svo nýbyrjaður núna fyrir sunna, hann var í fjarnámi fyrstu 2 árin. Já. Í gegnum Fasa og Hornafirði. Já. Þannig að þetta er svona ný reynsla fyrir hann. Já, nemendur geta líka óska eftir sér úrræði í námi. Það er gert í gegnum innu.
Ok, ég læt að vita af því. Já, Herðu, takk hella. ekkert mál. Ég er að sjá hvort það var fleira sem var spurt hefur verið edrúpottur á böllum? Já, það er edrúpottur á böllum hjá okkur. Já, hann verður núna, við höfum verið bæði með svona sérstaka fyrir okkur hérna í tækniskólanum, þú veist, þegar við erum með öðrum og svo líka til svona til hliðar, þú veist, hinir skólanir, en núna verður þannig að það verður 3 sinnum 10.000 króna bara svona gjafabréf frá Landsbankanum sem er hægt að nota hvar sem er, eða 4 sinnum 10.000 króna gjafabréf frá Landsbankanum, þess 4 sem fór svoleiðis úr tækniskólanum og svo verður einn svona aðalvinningur sem verður dregið frá öllum skólanum saman sem er 30.000 króna gjafabréf samskonar, bara sem þetta eða hvar sem er. Og spurt getur verið að nýnemi sé einungis með íþrótt við töflu á spönn 2. Já, það er ef að nemandi er í bóklegum íþróttum, þá er það kennt á sikkur spönninni. Þá ef það stendur sko íþróttir 1 GH, ef áfengin heitir GH, þannig að íþró 1 GH, þá er það sko bóklegt. Ef það er íþró 1 LA, þá er það verklegt og þá er það yfir alla önnina. Þannig að fyrir eftir hvort íþrótt áfengi sé bóklegur eða verklegur. Edrúpottur er sem sagt, þegar nemendur koma á ball, þá er öllum boðið að blása í áfengismæli og þeir sem að blása og eru edrú fara í pott og geta unnið vinning. Og þetta er bara svona til að hvetja nemendur þess að koma á ball ekki undir áhrifum, af því að ölvun ógildir líka með hann. Og ef að einhver er ölvaður og sýnilega þá er haft samband við forráðamenn. Já, ef þeir eru yngri en 18 ára, Já, en ef þeir eru eldri, þeir sem eru 18 ára eldri, við höfum boðið þeim líka að, þú veist, við höfum samband við foreldra en ef þeir vilja það ekki þá er bara haft samband við lögreglu. En til að árétta þá hefur þetta ekki komið upp hjá mér nokkuð tímann ef við höfum þurft að hafa samband við lögreglu og það er sjaldan að það þarf að hafa samband við foreldri. Og til dæmis lokaballið okkar síðasta vor, þá kom ekki upp neitt mál í sjúkraherberginu sem er bara magnað á 500 manna balli. Mér langar að fá að bæta við að á lokaballinu þá voru þau æðislega duglega að blása í mælana hjá okkur. Þau voru bara frábær. Þetta var eftirtekið öllum skólum hvað þau voru duglega að blása og leyfa okkur að fylgjast með sér. Það var bara æðislegt. Takk. Helga Rakel er sem sagt foreldri núna og kennari og á líklega eftir að kenna mjög mörgum ykkar barna skyndihjálp. En hún kennir líka hársnyrtigreinar. Þannig að Helga er duglega að mæta á ballinu og fylgjast með. Alla er búin að fundi. Tækniskólafundi. Já, ef það er ekki fleiri spurningar, endilega skrifið ef það er einhver spurning sem að fór fram hjá okkur og eftir að svara, en ef ekki, að þá bara hérna, og ef það komið upp einhverju spurningar eftir fundin, sendið okkur línu og og svo bara leitið ykkur hjálpar fyrir seinna eða það er eitthvað með krakkana sem þið hafið áhyggjur af, náið tengingu við námsráðgjafa og við viljum að krökkunum ykkar líði vel. Þau eru að koma út úr allt í erfiðum tíma með COVID og öllu því. Og vonandi erum við bara að sigla inn í haust sem verður bara alltaf góð festa og öllu í lífinu okkar almennt bara hérna á Íslandi. Þannig að. En þá segi ég bara kæra þakkir, fundurinn upptakan verður sett á netið ef einhver var að koma inn hérna núna seint á fundin. Takk. Takk hella.